Hér þá verkefni 2a SD skipaolíukerfi og þá gerum við það sem við höfum ekki gert áður, það að nota fyrra verkefnið og halda áfram með það. Við sem sagt tökum verkefni 1C og vistum það sem 2a sem skipaolíukerfi. Og það á bara að vera sama uppröðun á einingunum og síðan hérna bætum við þessu inn í gagnagrunnin. Það sem sagt það eru 2 dælur, 2 hitarar og eins sem sagt skilvindan. Hún náttúrulega bara, það í rauninni tengingin við fyrra verkefnið sko. Við erum bara að útbúa það og við setjum þennan lista inn í data editorinn. Þannig að þetta hérna er það sem við bætum við verkefnið. Við erum búin að vista sem 2a. Og síðan kemur skjár sem sérstaklega ætlaði fyrir þetta. Þið bara búið til nýjan skjá. Þið voru náttúrulega með gamla skjáin, hann allt í lagi, hann má vera þarna áfram. Og þið bara bætið við, búið til skjáin svo eftir þegar við erum búin að setja þetta inn. Og síðan þarf að útbúa meira af stigaritum. Hér sem sagt útbúin tvístöðureglir. Þannig að þetta svona af-á-reglir, þannig að hann kemur inn þegar hitastigið komið undir 37 gráður og svo slekkur hann á sér þegar hitastigið komið upp fyrir 40. Þannig að þetta bara svona einfaldur af-á-reglir með 2 samanburðarþáttum hérna. Og við höfum gert þetta einu sinni áður, en núna notum við þetta aftur. Síðan bara hérna gefum við leyfi til þess að skilvindan megi fara í gang og skilvindukerfið og við erum líka með regli í því kerfi og þá það fyrir sem sagt hitaran fyrir framan skilvinduna. Hann er hérna, það þessi hitari hér. Við höfum líka aðra mynd af þessu sem sagt, hitarinn hérna fyrir framan skilvinduna. Þetta getur verið sko vatnshitari þessuna sem að hita olíuna eða þetta getur verið gufuhitari sem að hita olíuna. Þannig að við erum með loka sem að opnar fyrir annarkot heitt vatn eða gufu. Hér var þetta teiknað upp í sem sagt í Control Expert en þið þurfið ekkert að gera endilega þessa mynd hérna. En það engin reglir á henni hérna, skiljiði. Ég var bara með þetta verkefnið bara einfaldara áður. Það var ég bara með 2 tvístöðuregla í staðinn fyrir að vera með PI-regli og tvístöðuregli sem ég með núna. Þannig að þetta bara svona aðeins hugmynd fyrir ykkur til að sjá hvaða græjur eru þarna. Hitari 1, hann þá í okkar tilfelli annarkot vatnshitari eða hérna gufuhitari fyrir olíuna og dælan þarf að fara í gang og svo bara skilvindukerfið, það bara hérna bak við þetta. Það það sem við gerðum í síðasta verkefninu, 1C. En þetta hérna viðbót, sem sagt hitari 2, þar erum við með sem sagt tvístöðuregli til þess að halda hitastiginu á olíunni rétt í kringum 40 gráðnar og svo erum við með dælu 2 og þetta fer sem sagt á inn á vélarnar, aðalvélina og ljósavélarnar í skipinu. En þið þurfa ekkert endilega að teikna upp þetta hérna í viðbót. Það bara að það það sem að ég myndi fá bara þessi skjámynd hérna. Það sem að þið þyrftuð að gera. Það að bara vera með svona kassa eins og þið þekkið, textabox og við setjum hérna grænan lit á bakvið þannig að þetta verður grænt þegar viðkomandi komið í gang. Og eins og hérna með hitari 1 þá bara sem sagt reglirinn í gangi að virka og við sjáum raungildið hérna í kassa fyrir neðan. Svo sjáum við það náttúrulega líka á línuritinu hérna fyrir neðan og við getum verið að hreyfa til sleðana hérna fyrir sko óskildið, breyta óskildinu hérna með þessum sleða hérna efri og svo hita 2 hérna fyrir neðan. Á að setja inn í data editor af þessu svona blaðsíðu 2? Allt saman held ég. Sumt af þessu til staðar nú þegar? Já, þá bara hérna
sleppið að setja það sem nú til staðar, sko. Já, þið tvítakið ekki neitt, það gengur ekki, sko. Já. En þetta bara það, þannig að þið getið komið í gang verkefni 2A. Já, þetta skilvindukerfi hér sem við sjáum á myndinni er rauninni þá í gangi í verkefni 2A inn í skipaolíukerfinu. Þannig að við nýtum okkur skilvindukerfið úr verkefni 1C og þá kemur þetta bara inn og virkar þá með í skjámyndinni og hér höfum við verkefnið þar sem að við höfum línuritið hérna og við náttúrulega kveikjum á dælu 1, dælu 2 og skilvindunni sem sagt, þannig að skilvindan þá fær auka rofa til þess að komast í gang og síðan er hitari 1, það er í rauninni frá reglinum sem að var í 1C líka, en hitari 2 hann er með tvístöðuregli og hér er rofi sem er við latsing og þá fer hann í gang og það er neðri sleðin hérna sem að er í rauninni, við þurfum að líka eftir hitastiginu þar á olíunni, en óskildið er í sleðanum sem er hérna að ofanverðu. Og man auto, þetta er rauninni þar sem við setjum reglin fyrir hitara 1 í gang og svo sjáum við raungildið á hitaranum hérna.